Þegar það er 1-1 niðurstaðan hérna á heimavelli, má segja þetta sé sterkt stig. Já, þetta var hörkuleikur og þetta var svona kaflaskiptur leikur, finnst mér. Við erum ekki búin að byrja síðustu 3 leiki svona almennilega og við byrjum klárlega í dag alveg á fullu gassi og virkilega ánægð með liðið, varnarlega og sóttum vel á það og fengum nokkur kjörin tækifæri til að komast yfir. Fyrstu 30 mínúturnar var þetta nokkurn veginn eign okkar að mínum mati. Njarðvíkingar komu svo inn í leikinn síðasta korterið í fyrri hálfleik og manni stóð ekki alveg á saman því þeir voru svona nokkurn veginn að yfirspila okkur í þetta korter. Þetta var svona mjög kaflaskiptur tími og fyrri hálfleikur sérstaklega. En seinni hálfleikur var svona jafnvægi fannst mér og við náum svona að setja mark á það úr fyrstu leikadri og þetta var svona 50-50. Við fengum 2-3 nokkuð góð færi inn í lokin sem maður hefði viljað sjá inni. En jú, þetta er hörkulið, þetta Njarðvíkurlið og vel spilandi. Þetta var bara nokkuð vel spilaður fótboltaleikur. Svona eins og segir, þið byrjuðu leikinn bara gríðarlega vel. Var það ekki svona svolítið svekkjandi að fara inn í hann kannski einu mark undir? Já, sko miðað við hvernig síðustu 15 mínúturnar var, þá voru bara menn orkulausir. Miðað við hvað orkan var svakalega mikil í liðinu fyrstu 30, þá duttu alveg niður og það má ekki gerast. Þá komast Njarðvíkingar inn í leikinn og skora og eru töluvert betri en við. Við þurfum að læra bara því að halda orkustíðinu háu og halda pressuna á andstæðingi. Þá erum við góður og getum haldið boltanum vel. En þarna voru við svona bara sparka boltanum í burtu og fengu alltaf tilbaka og baka. Það enda bara með marki og kannski sanngjarnt svona, já, með þessar 15 mínútur. En við áttum að vera konið 2-3-0 yfir þarna eftir 30. Og svona leikurinn var svona mjög kaflaskiptur og bæði liðið skiptust á svona áhlaupum. Var svo svona í restina þegar náði að jafna, var ekki svolítið svona sætt að sjá hann svona seint inni, svona jafna leikinn svona seint? Það er alltaf sætt að sjá bolta og skora og annað en við vildum 3 stig á heimavelli. Það sást líka alveg í lokin að það var orðið svona dálítið mörduból fram og tilbaka og við fengum tvö góð færi til að klára leikinn. Það hefði náttúrulega verið frábært í stöðunum sem við erum í dag en við náttúrulega virðum líka stigið á móti hörkuliði. Það er það sem við tökum út úr þessu. En við erum ennþá að læra og við erum ekki búin að vera lengi saman með liðið. Við erum búin að spila 4 leiki og konum með 2 sigra, 1 jafntefli, 1 tap og þannig við erum ákveðin vegferð sem bara gengur vel. Strákarnir eru að taka og eru búin að snúa dálítið blaðinu við og mér finnst mikill karakter í liðinu og það býr mikið í því og ég vona að við bara höldum áfram og gerum enn betur en gerum í dag. Eins og segir, það er ekki búin að vera lengi með liðin, það er samt einhvern veginn allt annað að sjá til liðsins núna í síðustu leiki síðan textu. Ertu að sérðu svona skref fram á með hverjum deginum? Já, mér finnst það. Mér finnst orkustigið og gleðin í hópnum vera nokkuð góð. Þannig að framhaldið verður bara skemmtilegt og við bætum bara í áfram og það er tilgangurinn með þessu að klára þetta verkefni með stæl. Svona farið til Selfoss í næstu umferð, er of snemmt að kalla það 6 stiga leik? Já, þessu móti bara þetta byrja þannig, það eru ekki svona hálfnað, það eru 2 leikir eftir í fyrri umferð og jú, þetta skiptir náttúrulega máli að fá stig og þetta verður hörkuleikur, svo fáum við Fjölnir hingað heim eftir 2 vikur, þannig að þetta eru hörkuleikir, ég segi ekki kannski úrslita leiki ennþá en þetta eru mikilvæg 3 stig í boði. Takk fyrir. Takk.